Já, komið sæl. Tíðin ætlar að verða résjótt hjá okkur næstu daga og töluverðar umhleypingar í þessu hvað varðar hitafarið. En við sjáum að á hádegi í dag að þá var nú svona norðanáttina við það að deyja út hjá okkur. Það snjóaði lítillega hér vestan og norðanlands nú í morgun en létti nú til landið sunnaðar þegar leið á daginn. En næsta lag býður okkar handan við hornið og við sjáum að hún hér að koma upp inn á Grænlandshaf og það verða töluverð átök þegar skillagðarinnar fara yfir og lagðin mun síðan halda áfram að valda hér suðvestlari átt og á mánudaginn kemur síðan ný lægð inn í myndina og við sjáum hana hér suður af landi í þessu korti. Verið það að vera dálítið umhleypingar í þessu hjá okkur eitthvað fram eftir næstu viku. Og hvað varðar hitafarið þá nú vissulega kalt hjá okkur núna en þessi lægð sem kemur hér inn á morgun hún ber með sér hlýtt loft og suðvestanáttin verður svona sæmilega hlý framan af en kólnar síðan lítillega og næsta hlýjinda tunga kemur þá síðan inn með þessari lægð á mánudaginn. En við byrjum þá í fyrramálið eða hádegi því þá eru þessi skil að koma hér upp að suðvesturströndinni og það vissulega bálkvast á undan þessum skilum, stormur nokkuð víða og úrkoman hún getur fyrst sinn verið snjókoma og því við búið að það geti gert svona blind tríð á köflum, sérstaklega á það náttúrulega við fjallvegi en getur einnig átt sér stað á láglendi og við sjáum einmitt að það eru úti viðvaranir ýmist gular eða appelsínugular og þær eru flestar vegna hríðaveðurs. Það því svona hvað varðar það sem þarf að huga að á morgun og þá eru kannski ferðalög svona rétt á meðan þetta gengur yfir eru kannski ekki ráðaleg og síðan þegar hann hlýnar og hann mun hlýna töluvert ört þegar líður á daginn að þá gæti hlánað hratt og því þarf að veita vatninu sem myndast undankomu leið og allir að huga því. En skilin ganga síðan tiltölulega hratt norður af landi og munur nú valda úrkomu í flestum ef ekki öllum landshlutum en klukkan 18 á morgun þá nú þetta svona mestu leyti að baki áfram getur nú rignt töluvert hér á Austfjörðum og jafnvel á Suðausturlandi líka en úrkoman orðin mikið munu skúrakenndari hér suðvestan og vestanlands og orðið þurrt að mestu á Norðurlandi. Suðvestan ætti síðan að vera viðvarandi hjá okkur á sunnudaginn og nokkuð hvöss sérstaklega hér norðvestan til á landinu viðbúið að það geri ýmist skúr eða él sunnan og vestan til á landinu en bjart veður á norður- og austurlandi og við sjáum svona hitatölur hafa farið nokkuð lækkandi og munu gera það þegar líður á sunnudaginn og ekki ólíklegt að það frysti þá víða á sunnudagskvöld. Næsta lag kemur síðan inn þá á mánudaginn og það getur auðvitað verið aðeins munur á milli líkana hvernig ferill og styrkur og hraði á þessu lagðum verður og þetta þá svona líkleg mynd hvað varðar mánudaginn fer hér askvaðandi norður yfir landið, hvöss norðlæg átt að baki lagðinni getur því snjóa duglega landið norðanvert þegar það gerist og svo að sjá að þriðjudaginn þá komi nýlægð inn í myndina með nokkuð hvassa austlæga átt og úrkomu víðast á landinu. Þá snjókomu fyrir norðan en öllu hlýrra og því blautara hér sunnan til. Lítum síðan örsnögt yfir til Evrópu og það nú ágætis veður hjá frendum okkar í Skandinavíu allavega þá í höfuðborgunum. Það reyndar Vestur-Noregur sker síðan úr með töluverða úrkomu og hitann í kringu frostmark en við sjáum að þeirra sunna dregur þá svona bjartar yfir en það hæðarsvæði yfir svona megninu af Suður Evrópu og það nær alla leið til Spánar og Portúgal og sem og Kanaríeyja. En lengra komast ekki að þessu sinni. Verið sæl.